hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þetta var eitthvað sem þú stendur að. Já, þetta búið að vera bara markmið síðan ég var lítill strákur sko. Og gaman að geta tekið þetta í keili og hvernig þetta fór í dag. Spilamennskan svona heilt yfir, bara mjög góð? Jú, bara mjög góð, mjög solid og bara hitta mikið af brautum og flötum. Það var eiginlega líkið atriði að vinna hér sko. Sérstaklega bara út af vindinum og svona. En fyrir daginn í dag, þetta var mikil spenna. Já. Axel með smá forystu. Já. Jú, ég fór í daginn að ég þurfti aðeins að sækja á hann og ég fekk mjög stóran, eða ég fekk eagle á fyrstu sem kickstartaði svolítið daginu sko. En svo hélt ég bara áfram og var rosalega þolinmóður og bara, já, bara eitt af einu. Já. Og náttúrulega, þú veist, það var barátta í hrauninu og líka á seinni hringnum, seinni 9. Þetta er krefjandi völlur. Já, sérstaklega seinni 9 í þessari vindátt, þessi köld norðanátt líka og maður að slá boltar hrikalega vel. Já. Og er eitthvað svona í hringnum svona sem að er svona ofalega í vinningunni? Já, náttúrulega ég byrjaði mjög vel sko og var komin alveg 3 undir eftir 7 holur. Svo hélt ég bara áfram og ég fekk mjög gott pút á 17. eftir smá bras eftir vippið. Já, hvað gerðist í vippinu fyrir ekki? Ég bara hitt hann ekki nógu vel sko. Það er eiginlega bara eina. Það var kannski ekki alveg rétt að höggið í þetta en ég var mjög ánægður hvernig ég gat bara svara. Já, með 54. Ég hafði örugglega átt að slá pitchin eða eitthvað og láta hann bara svona rúlla. En púttið var langt og frábært. Já, mjög gott. Mjög gott að ná því, bara tryggja það og svo setti ég mjög gott pútt í á 16 líka. En svona, þú veist, þú áttir högg þegar ein hóla var eftir. Já. Varstu eitthvað að hugsa um það? Já, alveg klárlega. Vissirðu það? Já, ég vissi það. Því að, já, hann náttúrulega fekk birdie á 16 á Axel, svo, jú, eitt högg og ég þurfti eiginlega bara að koma mér í færi, sko. Því að ég vissi að hann myndi annarkvort fá birdie eða fá par, sko. Og inn á höggið, hvernig slóstu það? Það var mjög gott, það var 154 metrar í röffinu og ég og Katti vorum svolítið lengi að átta okkur á hvað við áttum að velja en ég valdi 54 gráðunar, lenti honum alveg stutt og lét hann bara rúlla að pinna. Þannig að þú þurfti bara 2 pút að Axel var nálægt í náttúrulega að setja sitt pút onni. Jú, en ég þurfti eiginlega að setja þetta pút í, eða mér fannst það út, hann var alveg í færi sko. Hann var í mjög góð færi. Já, en gott pút og náði að tryggja þetta. Þannig að þetta var ótrúlega tilfinning og þú ert búinn að jafna við systur þína. Já, Erla Sól. Þú ert komin 2 Íslandsmeistari til þar á heimilið. Já, það er mjög gaman. Mjög gaman. Já, þú varst búinn að ræða það fyrir þetta mót og þú þyrstir nú eiginlega að ná henni. Já, það er alltaf mjög náttúrulega geggja að hafa Perlu til að styðja sig sko og hún er náttúrulega geggjuð í gólfi líka en gaman að jafna við hana. En hvað tekur núna við hjá þér? Það er úrtökumót í haust. Örugglega ég er eftir að ákveða en það er mjög líklegast Austurríki í september. Og draumurinn er að komast í atvinnumennsku? Já, og það er gaman að spila á Evrópumótaröðinni og PGA-túri náttúrulega draumarkmiði. Já. Er eitthvað sem þú þarft að bæta þig fyrir úrtökuna? Eitthvað sérstakt? Það er alltaf hægt að bæta sig en náttúrulega bara halda áfram sem ég er að gera og ég er að gera marga góða hluti. Já. Þetta er mögulega, þú veist, að slá mig kannski aðeins nær en það er náttúrulega aðeins öðruvísi í svona aðstæðum en jú, þetta er alltaf að reyna að koma sér í leik og eins nálægt hólu og maður getur. Þú sagði mér fyrir þetta mót að þú væri búinn að vera með ýmsar svona öðruvísi æfingar meðal annars hjá Gauta Grétars. Já, jú, ég og Gauta eru búin að vera mjög duglegir núna undanfarið og við höfum verið að æfa mikið með Perlu, Huldu og Gulla svo þetta er hörkuhópur til að æfa með og sjá bara hvernig þau gera þetta líka. Gangi vel. Takk fyrir.